2 ætlum við að útfæra Express-vefþjón sem birtir skráningarform og hefur stjórnsíðu þar sem hægt að skoða alla skráningar. Í lýsingunni fyrir verkefnið er hægt að sjá helstu kröfur sem gerðar eru, en við skulum kíkja aðeins á hvernig þetta á að líta út þegar það er tilbúið. Nú kveiki ég hérna á vefþjóninum sem að sýnilausnin keyrir á og þá fæ ég hér upp forsíðu sem býður mér upp á að skrá nafn, netfang, kennitölu og fjölda. Ef ég reyni að skrá þetta á þess að slá eitthvað inn þá fæ ég villu og villuskilabúðin eru birt fyrir ofan formið, og ef ég skrá eitthvað rétt þá fjarlægist villuskilabúðið af því og fyrir hvern einasta reit. Kennitalan þarf ekki að vera gild, hún þarf eingöngu að vera á réttu formi. Fjöldi verður að vera tala sem er stærri en 1, þannig að setjum -2, virkar ekki, setjum 2 og það virkar. Og þegar skráningin er gild fáum við upp þakkasíðu sem er hér á sér slóð og við getum refreshað hana eins og við viljum. Förum aftur á forsíðu og fáum aftur upp formið. Annar parturinn af verkefninu er að setja upp innskráningarform, en gefin er skrá með einum notanda sem hefur notandanafnið admin og b-kryptað tætt lykilorð fyrir þar notanda sem er einfaldlega 1, 2, 3. Og ef ég nota það og innskráði mig þá fæ ég aðgang að þessari stjórnsíðu sem er hérna á /admin og þar sjáum við alla skráningar sem gerðar hafa verið. Hér það sérstaklega að passa upp á það sem við erum að bjóða upp á að vistugögn í gagnagrunni, en ekkert óeðlilegt komist hér inn, og heldur ekki að ég geti gert einhvern óskunda með þennan gagnagrunn þegar ég er að slá inn upplýsingarnar. Það er ekki krafa að láta þessa töflu skala neitt sérstaklega. Ef við skoðum hvernig hún gera það í þessari lausn þá er það frekar svona virkar en ekkert sérstaklega vel. Síðan er í boði að sækja gögnin með því að ýta á þennan takka hérna, og þá sjáum við hérna niðri að það er admin/download og við það fáum við upp CSV skrá sem við getum opnað, og opnast hún þá í Excel í mínu tilfelli. Og Excel á í vandræðum með það að birta íslenska stafi sem við sjáum hérna, en í grunninn er það að skjalið er lesanlegt sem töfluskjal út af því að við erum að senda það inn á þessu formi hér: nafn á dálk, semikoma og svo framvegis, ný lína, gögn, semikoma, gögn, semikona, koma fyrir hvern dálk fyrir sig. Með verkefninu er skilgreint ESLint og STYLint skjal sem við getum notað til þess að sjá til þess að við séum að skrifa snyrtilegan og skemmtilegan villulausan kóða. Og þess að formið tekur við gögnum, staðfestir þau og hreinsar, innskráningin virkar og stjórnunarrátið er læst. Þannig að núna ef ég fer hérna á forsíðuna og sjáum líka aukalega hérna að við séum hver er innskráður. Stjórnandi er nafnið sem kemur úr users.js skjalinu. Ef við skráum okkur út hérna og förum síðan á /admin þá grípur rátið það að við séum ekki innskráð og vísar okkur á login til þess að skrá okkur inn. Aukalega skal setja verkefnið upp á Heroku, en við förum yfir það í fyrirlestri 8. febrúar ásamt því að taka dæmi um það hvernig við setjum upp Passport.js. En hér eru dæmi sem eru góður byrjunarpunktur til þess að vinna verkefnið, og við ætlum að prófa annað templating-mál í þessu verkefni sem heitir Pug, og við munum sjá dæmi um það í næsta fyrirlestri. Þannig að þegar við erum búin að klóna rebóið til okkar þá getum við opnað hérna, keyrt npm run ESLint og sjáum við að það
Það eru nokkrar villur sem skildar eftir hérna og við getum keyrt npm start og slökkum fyrst á þessum þjóðum. Kemur svo aftur npm start. Þá sjáum við að við fáum hérna form, við fáum gefið einhvern smá kóða. App er gefið hér með not found 404 á villumiðhöndlun. Formið er hér að exporta router og admin síðan er hér exporta líka router og users hér hefur þetta record hérna sem er notandinn. Hér þarf að fylla eitthvað inn í. Hér þarf að fylla inn í skemað fyrir töfluna sem er geymið gögnin. Og viewin eru hér. Hér er gefið villu template, þannig að við fáum einhverja villu þegar við reynum að birta eitthvað. Látum eitthvað kasta villu hérna. Og endur þessum hættunin. Þá fáum við þessi villu skilabóð skrifið út. Þannig að það getur verið til þæginda út af þessu hér. Formið er hér. Og við sjáum hérna að það extendar layout. Og layout er hér með eitthvað blokk sem heitir content. Þannig með því að nota þetta þá getum við fyllt inn í layoutin í stæðan fyrir það að þurfa að nota eins og í EUS templatunum að þurfa að inklúta hlutum. Og hér í public er CSS-skjal sem gefin er grunnur. Gangi ykkur vel.